Já, velkomin aftur í föstudagsþáttinn sem að þessi sinni tekinn upp hér á Kaffi Kú í Eyjafjarðarsveit. Við heyrðum hérna blueshátíðina á Ólafsfirði áðan og við ætlum að færa okkur aðeins yfir á hina hendina í Fjallabyggð. Það Siglufjörður, velkomin. Takk fyrir. Síldarævintýrið og Siglufjörður, það sönn ást. Er nokkuð að gerast þar á milli sem við eigum að hafa áhyggjur af? Nei, ég held nú ekki. Ég held að það ástarsamband muni alveg lifa, sko. Já, mikið fegin að heyra. Það voru svona ákveðni brestir, getum við sagt, Já. Sem að koma upp hér núna í vetur. Það var þannig og hefur verið þannig að það hefur verið stjórnum framkvæmd á síldarævintýrinu núna í nokkuð mörg ár. Og þeir sem hafa haldið utan um það síðastliðin 5-6 ár, þau voru svona eiginlega bara búin að fá nóg. Já. Og gáfu þetta frá sér. Og því miður þá hefur nú ekki tekist að endurnýja stjórn í þessu félagi síldarævintýrið. Þannig að það var svona, ákveðin svona, hvað maður að segja, blíkur loft það að síldarævintýrið myndi leggjast af. Það svo sem búið að halda 2 aðalfundi í þessu félagi en það hefur ekki tekist að fá fólk sem þó tilbúið til að taka við keflinu og stýra þessu. Hvað þetta keflu eða samband orðið gamalt? Er þetta 25? Sko þetta nú, það 27. ári núna sem að síldarævintýrið þá haldið. Þannig að staðan þá bara einfaldlega orðið þessi að ég sem starfsmaður sveitarfélagsins komið með þetta. Þú ert með þetta þunga kefli í höndunum. Þannig að ég og síldarævintýrið erum komin í samband, sko. Til hamingju með það. Já, það lítur það mikil ánægja. Já. Það það. Þetta náttúrulega, það vill enginn að þetta hætti. Nei. Já. Ég nú svona ein af þeim. Mér finnst Akkúrat, það ákveðin svona sjarmur yfir þessari hátíð, búin að vera í mörg ár og hefur náttúrulega þessa tengingu við sögu Siglufjarðar og síldarævintýrisins hérna í den og það svona reynt að halda því á lofti með þessari hátíð og náttúrulega aðkoma síldarminjasafnsins og síldarsöltunargengisins þeirra náttúrulega hefur alltaf vakið mikla athygli á þessari hátíð. Hvenær verður þessi hátíð þá? Hvað hefur verið langan tíma? Hún verður náttúrulega bara á sínum stað við Mösslurmannahelgina eins og hefur alltaf verið. Já. En við höfum, á undanförnum árum höfum við kannski svona þjófstartað ævintýrinu með síldardögum, helgin á undan og verið svona með einhverja dagskrá á þessum dögum þannig á milli. Já. Núna ætlum við að vera með svona öðrulega áherslubreytingu og reyna að virkja svona fleiri lið með okkur og höfum svona kallað þetta trilludaga núna þessa helgi þannig á undan Mösslurmannahelginni. Er hægt að komast á trillu? Já, þannig að við erum komin í samstarf við trillueigendur eða félag smábátaeigenda. Já. Og þá ferðaþjónustuaðilar sem að gera út á sjóstöng og við ætlum bara að bjóða fólki að koma norður og hoppa borð og með smá siglingu út á fjörðinn og jafnvel fá að renna fyrir fisk og svo ef eitthvað veiðist þá hægt að fá það grilla þegar þeir komið í land. Þetta smart. Man finnur það líka að þessar hátíðir bæjarhátíð, þær að þróast og breytast. Já, það gera það. Taka mið af kannski meira af bara hvað fólk vill í dag. Já. Einhvern veginn allt fer nú í hringi. Jú, það gerir það svo sem en þannig að svona reglulega að koma inn nýjar áherslur. Og það var gott að svona drekki ekki inn, þannig að við höfum alltaf lagt upp með þetta síðan fjölskylduhátíð og erum þannig bara aðeins að bæta í og auka valmöguleika fólks á að koma og upplifa eitthvað meira og annað spennandi í Fjallabyggð. Já, hver vill ekki komast út á sjó? Já. En það nú rúmur mánuður í þetta og ég veit að þið sitjið ekki aðgerðalaus á Siglufirði eða í Fjallabyggð. Nei. Og blueshátíðin sé þarna í Ólafsfirði mitt helgina og það ýmislegt að gerast líka hinum megin. Já, það fjölmargt í gangi og ég hef nú stundum gantast með það í Fjallabyggð það margar hátíðir yfir ári að við getum held ég allt árið bara satt gleðilega hátíð, ekki bara á jólunum. Þannig að eins og núna í gangi svona listasmiðja eða reitir sem fer fram á Siglufirði í Alþýðuhúsinu og þar eru núna hátt í 20 erlendir listamenn og sem þar að vinna að hugðarefnum sínum og þetta svona svolítið skapandi verkefni. Er þetta svona smiðja? Svona smiðja, já, og ekkert endilega kannski beint listamenn, þetta bara svona fólk úr hinum og þessum, ég get sagt, geirum atvinnulífsins. Þarna eru hugsanlega kerfisfræðingar og
Já, og ljósmyndarar og þarna Er fólk bara að leika sér svolítið? Eða hvað? Leika sér kannski innan gæsalappa en þetta er svona Hafa kannski gaman, hafa gaman skapa. og vinna að sköpun og hafa sett og setja mikið svip í rauninni á bæjarlífið. Og hvað er þetta lengi? Þetta er núna í 2 vikur. Já. Og er þetta að koma þá og bara fylgjast með þeim Já. Það er hægt að þau hafa aðsetur í Alþýðuhúsinu og það er hægt að örugglega hægt að droppa inn og fylgjast með þau taka vel á móti öllum. En svo fer það ekkert í rauninni framhjá manni í rauninni þegar að líður á þessar 2 vikur hvað þau eru að gera. Og svo náttúrulega í restina bjóða þau bara gestum og gangandi að vera með og sýna sköpunarverk sín á þessum 2 vikum. Hefur þetta verið oft? Þetta er eitthvað 4. árið eða ég fer rétt með núna. Hvað með, þú talar að það er fleira í gangi? Já, svo náttúrulega þegar þetta er búið þá tekur þjóðlagahátíðin við, hún er 7. til 10. júlí. Þannig að hún er náttúrulega búin að vera í mörg ár og búin að vinna sér inn ákveðin sess og er fastur liður í þessum hátíðarhöldum hjá okkur. Og það er mjög spennandi dagskrá myndi ég segja. Það er bæði innlendir og erlendir tónlistamenn sem eru að koma. Hvað stendur hún lengi? Þetta er frá miðvikudegi til sunnudags, 7. til 10. júlí. Og þið búið svo vel að þið erum komin með stórt og glæsilegt hótel, það er nóg gistirými? Já, það á ekki að fólk á alveg örugglega að geta fengið pláss. Það er nóg að þetta nýja hótel og við erum gistiheimili og það er 2 tjaldsvæði, eða 3 ef við töljum náttúrulega bara á báðum stöðum. Fjallabyggð er komin svolítið mikið í tísku, maður finnur það hjá fólki. Já, það er ótrúlegur straumur að bara ferðafólki búið að vera. Það er gaman að heyra. Og hótelið náttúrulega er svona ákveðið aðdráttarafl. Maður finnur það alveg og heyrir á fólki sem er að koma. Þetta er náttúrulega bara upplifun að fá að gista á þessu hóteli. Ég keyrði með þennan rúnd bara, ég býr nú á Sauðárkróki, keyrði rúndinn hérna fyrir. Það var ekki þverfótaði miðnætti fyrir fólki. Alls staðar það sem hægt var að keyra út af veginum var fólk að mynda sólarlagið. Og það er náttúrulega guðdómlegt að fara þarna. Það er það. Bæði náttúrulega út frá Siglufirði inn í Héðinsfirði og svo náttúrulega í Múlanum og upp á jafnvel Múlakollu. Náttúrulega útsýnið er alveg bara stórfenglegt og fyrir þá sem vilja mynda miðnætursólina. Þá held ég að gerist það hvergi betra. Það vantar ekki áhorfendur allavega þetta kvöldi sem ég fór. En þetta líka með þessa trafíku verður mjög mikið var við þessum aukna fjölda af ferðamönnum. Er það ekki? Og bara í apríl til að nefna eitt dæmi þá gestakomur á Síldarminjasafnið voru þrefalt meiri heldur en á sama tíma í fyrra. Þannig að það er gífurlega sókn og þetta er náttúrulega að lengjast alltaf þetta ferðatímabil. Gaman að heyra og bara gangi ykkur vel með þetta allt sem þið eru að gera og allir velkomnir í Fjallabyggð. Já, sjálfsögðu. Það er að nóg að taka núna framundan og Svo má alveg halda því til haga að þetta er hálftími frá Akureyri til Dalvíkur og svo eru 15 mínútur frá Dalvík til Ólafsfjarðar og aðra 15 til Siglufjarðar. Já, og bara af því þú nefndi nú heimabæið þinn Sauðárkróka, þessi hringur sem stá Tröllaskóganum, Hann er ekki leiðinlegur. Já, það er það. Við ætlum einmitt að fá að heyra í skaffiðingum hérna rétt á eftir og við höldum áfram eftir smá stund.